Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi, miðjan vetur verður það að segja. Hér eru vanalega sagðar fréttir eða voru það hérna í haust, en við þurftum að setja þær á salta því að það er svona óljóst hvort að ríkisvaldið ætla að styðja samstöðuna eins og aðra miðla. Með að við tillögur loga eins og það eru byrst okkur, að þá verður svo ekki. Þannig að við erum svona að endurskoða aðeins hvað við getum. En eftir sem áður erum við með fréttamenn, en enga fréttir. Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Það komið vel. Er eitthvað í fréttum með það? Já, það er náttúrulega heilmargt í fréttum. Já, við getum byrjað á þessu jákvæða að tala handbolta. Nei, hann er í fréttum og verður í fréttum. En ég sé að ég fæ engar undirtektir ykkur við þetta. Jú, ég er bara að bíða eftir því sem þú segir næst. Já. Er þetta ekki einhver stærsta stund bara sem við höfum upplifað fyrir fram á skjáin í gær? Og ég var svona að hugsa þeir sem að gera stundum, með að skrifa eitthvað, svo nefndi því ekki. En ég ætla að segja að þetta væri svona leikur sem yrði í minnum hafður svona, ég man ennþá eftir 15-10 leik í móti Danmörku í Laugardalshöllinni. Ætla ekki verið 1970. 68. 68. Það ég hef verið 7 ára, ég man það ennþá. Ég fór að þangað að leita einhverju svona sambarlegu. Já, en lítur nú að vera kringum Ólympíuleikana. Já, svo er það náttúrulega í fótbolta, þá eigum við að vinna England. Það er náttúrulega stærra. En ég held þetta að verði augnablik í íþróttasögunni sem er einhvers þar. Sérstaklega ef við náum að vinna næstu 2 leiki. Það veldur svolítið á því. Það er sagan er sögð að sigurvegurunum. Þannig ef við töpum öllu sem eftir þessu þá verður kaflinn miklu minni. Já, en sko, þessi leikur sko, 8 mörk yfir í hálfleik, svo eru Svíarnir búin að missa henni niður í einsmarsmun og þá fór illa okkur sko. Það tóku upp sér svona gömul meiðsli í taugakerfinu. Hvað ætla vondi kaflinn að vera langur sko. Ég fór að hugsa, ég fór fram að vasku upp. Og alltaf á sama stað finnst manni, nokkrum mínútum eftir að seinni hálfleikur hefst. Manni finnst að það sé alltaf erfiðasti tíminn. Svo bara sýndu sko allir alveg stór. Eftir þetta, annarkvort Svíarnir eitthvað svona veikir á sálinni, af því það var eiginlega allt í sögunni. Þeir koma inn í hálfleikinn með 6 mörk undir eða ekki. Þeir eru komin inn í 1 mark. Það er ekki bara 9 mínútur búnar eða eitthvað. Jú, ekki. Og svo, ef þetta er saga, þá ætti þetta að vera að þeir myndu vinna leikinn. En annarkvæmt eru þeir bara svona veikir einhvern veginn eða að það var til hjá okkur eitthvað svona sigla. Já, sérstaklega í vörninni þarna, þegar munurinn var komið niður ekki neitt, þá bara lokar vörnin. Alveg ótrúlegt. Með þessum ákafa sem að maður hefur bara aldrei séð. Það var eins og þessi ákafi sem kom sko. Það að ná aftur upp í 8 marka síðustu korterið af seinni hálfleik miklu merkilegri heldur fyrri hálfleikur sem var náttúrulega stór merkilegur. Já, því voru konum upp við vegg sko. Já, fyrri hálfleiki þá bara völdu við yfir þá með yfirburðum. Ég er alveg sammála sko, að við skildum ekki brotna, það var stórmerkilegt, að við skildum sko margeflast. Það var eiginlega bara, ég man varla eftir öðru eins og það er mikið búið að tala innkomu snillingana sem ekki byrjuðu leikinn og svona, þeir eru náttúrulega alveg frábærir. Og Viggo með 11 úr 11 og bara fáránlega framistöðu. Og baku þá sögu er náttúrulega kafli Loga Geirssonar mjög mikilvægur sem hefur verið að biðja þetta. Svo einasta leik. Þegar þetta gerist, þá er betra að hafa átt þá fossu undan. Það verður þetta eitthvað eins og miklu glæsilegra. Hann var búin að lesa þetta. En sko, burtséð frá einstaklingsframtakinu þá verður við líka bara sérstaklega held ég að hrósa Snorra fyrir bara skilningin á leiknum, hvernig þeir höfðu undirbúið sig. Það keyrðu á Svíana sko. Þeir lásu þá bara eins og opna bók. Fyrstu mínútu. Það eina sem ég velti fyrir mér hvað voru Svíar að gera? Að bregðast ekki við því að við höfðum lesið á eins og opna bók. Þeir reiknuðu með bara, sko, þeir tala saman í hálfleik. Við verðum og svo
lengur hjá þeim sko. Og þeir eru bara konum með henni 1 mark og þá bara vaknar sko gamla tröllið sko. Já, auðvitað er stýringin á liðinu en það náttúrulega sko loksins eiginlega gerist það að sko þessi mörk sem hann Viggo skoraði sko fyrir utan víta kostinn, þetta var alveg geggja bara af gólfinu. Hann opnaði bara eitthvað svona því að þegar Ómar kemur inn þá spilar hann eiginlega stöðu Viggo. Já, Ómar spilar betur en hann loksins spilar. Það var ótrúlega flott. Hann tók hann henni eftir bara nákvæmlega sama sömu fjölinni eitthvað. Já, hann en svo vandamál það Viggo mittist sko. Þessuna var hann tekin út af. Já. Hann var tæpur í ökla og sneri sig. Og tæpur, það er ekki víst að það jafni sig á 2 tónum. Nei. Þannig að það er svona mikið framöndan. Þetta er svo mikið, þetta skiptir okkur öll svo miklu máli að áhorfið á þetta slá bara öll met. Já. En þetta er rosalega sko auðvelt að gleyma sér núna og fara að gefa sér að við vinnum báða leikina sem eftir sem er engan veginn augljóst. Við gætum tapað þeim báðum ef við erum í gamla jójó-hamnum sko. Við getum tapað fyrir Sviss og við getum tapað fyrir Slóveníu. Já, ég held reyndar að við vinnum Sviss en ég held að Slóveníuleikurinn verði upp á líf. Það verður náttúrulega upp á líf og döða, mögulega fyrir þá líka. Kannski verða þeir búnir að missa tækifæri. Þetta er eftir í hverju þeir eru að spila við á morgun. En við eigum náttúrulega eftir Slóvenar koma undan, hefði ekki? Við spilum fyrst í Slóvana. Nei, Sviss á morgun og svo bara daginn eftir við Slóveníu. Þetta er bara þetta er sturglað anríki. Ég fylgist með þessu. Ég var bara að undirbúa mig í 2 daga að við myndum tapa þessu leik. Það var mótið Svíþjóð. Og svona svo byrjaði leikurinn. Og þá kveiknaði náttúrulega vonin að við séum að fara að vinna þetta. Og svo kom þessi fyrstu mínúturnar í síðari hálfleik. Og þá hugsaði maður, já, ég búið að kappa mann í því að það er einhverja von. Ég sem er búin að vera að passa með haldinni svona niðri. Því það er í taugakerfinu manni, maður finnur það að maður horfa svo leiki, svona gömul áföll. Já, koma alveg, rinja sér rúm. Sem að er oft sem að er í liðunum spessunarlega ef maður ekki inn á og segja, nú byrjar það það væri með svona venjulegan íslenskan áhorfendan inn á, það verður alveg hryllilegt. Það sem er inn í stofu en bláa hafið og stuðningsmennir í höllinni, þeir eru ekki í þessu sveiflum. Það var stórkostlegt að styðja liðið þótt að sé á móti. Það heyrist miklu meira í þessum 2000 Íslendingum eða hvað þeir voru heldur en öllum Svíjanum sko. Það er náttúrulega meira að fagna. Þetta var svo mikið sko. Þeir færðu okkur svo mikið. Ég held að það verið stórmerkilegu leikur. Ef við spilum rétt úr þessu þá nýta þeir í rauninni þetta kraftaverk sem vannst í gær bara til þeirrar hugmyndar að þeim séu allir vegir færir. Við byrjuðum þetta mót ekkert sérstaklega vel. Við höfum ekki náð neinum toppleik fyrir en í gær og við rétt skriðum einhvern veginn yfir þetta. Byrjuðum á 2 leikjum á móti döpru liðum og rétt mörðum Ungverjana. Já, bara rétt. Þú veist, ef þú rétt mörð Ungverjana, þá ertu bara kannski með 8. eða 9. besta liði heimi sko. Og verður eiginlega sko bara valt yfir það sko. Og andlausir og óöryggir gegn Ungverjum, úrræðalausir og svona það aldrei almennilega í gangi Króatum. Nei, ég ætlaði reyndar að segja Króatum. Takk fyrir að Já, en sko núna þá virðast okkur allir vegir færir ef við höldum vel á spilunum og mér finnst núna eins og við ættum að geta unnið öll lið í heiminum nema Dani. Já. Voru ekki Danir að tapa? Fyrir hverju töpuðu Danir? Danir eru það sem ég hef séð af þeim, þeir töpuðu reyndar einu leik fyrir var það Portugal dulafull úrslit en Danir eru, ég er búin að horfa á 2 leiki með þeim og þetta er óeigingjarnasti og best framkvæmdi handbolti sem ég hef séð og þegar ég segi óeigingjarnasti þá það sem að skilur þá frá öllum öðrum liðum er að þegar þeir eru komnir í hálffæri þá er engin egoismi hjá þeim sem er að fara að skjóta, hann gefur yfirleitt boltan og á
á einhvern sem í alfæri 100% færi Þannig en þeir töpuðu á móti Portugal Já, þeir töpuðu á móti 31-29 Portugal sem var eitthvað slys en svona eins og Þjóðverjar staðan töpuðu einu leik sem var eitthvað slys eins og staðan núna að taflan birt núna og þá eru Svía fyrir ofan okkur og það ástæðan fyrir því að það eru 4 lið með 4 stig og þá það innbyrðis viðuregnir sem að ráða og af því að Svíarnir eru búnir að spila við Slóveníu að þá eru þeir fyrir ofan okkur þótt þeir sem lakara markahlutfall. Ef að við vinnum Sviss og Slóveníu sem að maður náttúrulega ekki að láta svona að gefa sér það sé að þá endur við efstir. Líkunar hinum megin af því að Daninni töpuðu á móti Portugal og komu með ekkert stig inn í milliriðilinn að þeir verði í öðru seti hinum megin þannig að undanúrslitin verður Ísland-Danmörk. Þá eigum við séns á að vinna brons. Þeir tveir Ómar Ingi og Gísli Þorgeir þeir hafa á síðustu 3 árum tvísar orðið Evrópumeistarar meistaraliða og þar hafa þeir dregið vagninn og þannig að þeir tveir eru mjög vanir þessu að spila dag til dag og það sem allt undir og þeim tekist að þau 2 skipti sem þeir hafa komist inn í þessu Final Four. Já, kannski Ómar komin í stuð. Já, hann hefur bara ekki verið í stuði. Hann hefur bara ekki alveg... Hann hefur þreytt. Hann hefur bara verið skugginn af sjálfum sér. Ég held að hann eigi ekki verið fyrirlið. En Gísli Þorgeir, ég var að hugsa það í gær, það er eiginlega að búa til nýja þegar að vera að gera upp leiki. Þá stundum talað mörk, náttúrulega alltaf, og stóðsettingar. Það þarf eiginlega að vera fiskuð víti líka. Það vantar alltaf við honum. Og akkur fiskað víti ekki stóðsetting? Þú ert síðasti maður sem kom við áður en sem skoraði. En hann var ekki einn daginn... Ég held að hann hafi verið með 5 fiskuð víti. Já, og svo var hann með 6 einu leikna líka, ofan á eitthvað bönns af stóðsettingum. Hann lítur að vera leiðilegt að spila móton. Svo var hann að 3 sóknir í röð þar sem hann gaf alltaf á sitt kvotana. Þetta var bara eins og svona kennslubók í einhverju, ég veit ekki. Og svo Haukur innkoman í vörnina ótrúleg og hvernig Ímir og Elliði Elliði á að vera fyrirliða í mínu viti. Já, það? Já. Bara vörnin var það brjálæðislega það sem maður hefur séð. Af því að strákurinn minn æfir handbolta, þá hef ég lært að horfa á handbolta með nýjum augum síðan ég fór að fylgjast með leikjum hjá honum og það semst öll þessi ósýnilega vinna til dæmis með línumenn að það er oft frábær leikur á línumenn sem skorur ekkert einasta mark vegna þess að hann er alltaf að rykkja og búa til pláss fyrir inn á eitthvað sluðis og varnarvinnan í gær bæði svo sem við sáum svo sem svona í mynd en líka hinn hvernig öll þessi skref, öll þessi fótavinna unnin. Þetta var alveg ótrúlegt. Ég hins vegar sá oft danska hornamenn þegar leið á leikinn bara í forundran standa einir og ódekkaðir vegna þess að við settum svo mikinn kraft í árásennar þeirra og þeir fengu ekki boltan og það var virkilega gaman að þeir skildu ekki fá boltan. Hann fyrir í horninu og Hauki í vörninni. Hann sagði það eitthvað stær í viðtali. Hann hefði ekkert þurft að gera í leiknum. Það komst ekki í gegnum hann komst ekki í gegnum bakvörðin en hann var bara gætt verið með krossalagar hendur í horninu. En svo sýndi hann líka smá skap Haukur. Já, mikið og þeir allir komu með honum og þetta var svo geggjastrákar. Lífið er vist meira þetta því miður og hér hefur engin meira vit heldur en hver annar á honum. Nei. Annars finnst mér sérfræðingar eru skemmtilegir hjá RÚV. Ég fór að lesa sænsku pressuna í gær og það með nákvæmlega sama umræða er á Íslandi. Meðal annars verið að kvarta yfir því að einhver sérfræðingurinn hafi verið að grafa undan liðinu. Líka það sem var að segja af hverju brást þjálfarinn ekki fyrr við þegar það var augljóst að kerfin okkar virkaði ekki. Þannig að ég held að það fari fram umræða í Svíþjóð sem er nákvæmlega eins og umræðan á Íslandi. Þetta var eiginlega alveg spegilmynd af því sem að var. Svo er náttúrulega en ég hins vegar áttaði mig á því að ég held að Svíarnir væri á rosalegri siglingu. Mér fannst ég lesa það svona út úr fréttunum að þeir voru ekki að upplifa það eins og þeir væru að fara að vinna þetta mót svona óhjákvæmilega. Þetta er ekki það áfall sem að maður gæti jafnvel trúa að það væri að því við komum höfðu ekki tapað leik og allt það.
að maður sá það svolítið í hvernig þeir talað þetta að þeir hafa ekkert neitt óendanlega trú á sínu liði, það er ekki þannig. Nei, en upp að sveinarlega svo gera það. Þeir kveiknaði svo sterk. Ég var ekki að tala um það, ég var að tala um að þegar þau fara í mótið að þá upplifir ekki að þeir séu með besta handboltaliðið í heimi. Eins og við gerum alltaf þegar við erum að leggja stað. Já, ég stíg alltaf á bremsuna þegar þetta byrjar. En svo er það alheim skemmti atriðið Stokkenberg, sænski þjálfarinn sem að sagði að við værum með svo hörmulegt íslenskt lið og það ætti enga möguleika í Svíja og þrátt fyrir úrslitin í gær þá heldur hann áfram á X nema nú er hann búin að færa hatur sitt á Íslandi yfir til sænska landsliðsins. Er það sá sem að sagði að íslenska liðið væri jafnvel leiðilegra heldur en Magdeburg? Gott ef ekki. Þeir spila leiðilegt handbolta í heimi, Magdeburg. Og svo kemur íslenska landslið og er eiginlega ennþá verra. Þetta er algjör snilling. Það er nöðsölu maður. En eina stórfréttum dagsins var að Bjarni Benediktsson strikes again. Já, við skulum óskonum til hamingju með nýtt starf. Já, þú mátt gera það. Jó, ég meina, það getur ekki verið atvinnulaus maðurinn með stóra fjölskyldu. Svona maður erfið starf. Svona maður verður náttúrulega aldrei atvinnulaus Ódamaður Sjálfstæðisflokksins og formaður til áratuga verður aldrei atvinnulaus. En er þetta ekki svona svolítið að taka niður fyrir sig? Mér finnst það og mér finnst það fyndið þegar hann boðar það í samtali við Rúf held ég að hafa verið fyrir í dag að hann myndi nú ekki koma neina pólitík inn í þessi störf. Nei, Bjarni. Stórkostlega. Er hann pólitískur? Hann breytti Sjálfstæðisflokknum enn frekar í því að vera stjórnmála armur samtaka atvinnulífsins með viðskiptaráð sem svona think tank og það er gagnrýnin sem kom innan úr Sjálfstæðisflokknum og við náttúrulega höfum oft talað um hérna að Sjálfstæðisflokkur getur við ekki haft neina afstöðu í neinu máli nema afstöðu SA eru bara stjórnmála armur auðvaldsins þau geta ekki haft afstöðu í húsnæðismálum eða neinu málum sem að þjónar almenningi þau taka bara alltaf afstöðu með Borgartúni 35 og bæði formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins núna eru pólitískt alin upp í þessu húsi. Og Bjarni ávarpaði aldrei almenning, ekki eitt einasta skipti, ekki fréttaviðtölum eða ræðum eða neitt. Hann var alltaf að ávarpa kjósendur Sjálfstæðisflokksins og atvinnurekendur og þá sem að hafa völdin og þess vegna finnst mér þetta svo fyndið. Það var mjög góð ræða sem hann hélt einu sinni á, ég man ekki, alltaf ekki verið þegar Guðlaugur bauð sig fram á mótunum á landsfundi. Þá stillar hans einhvern veginn svona upp. Ég hef kannski ekki náð atkvæðum, en ég hef komið okkur í ríkisstjórn. Og ég hef komið öllum málum okkar í gegn. Þannig að ég hef tryggt það að við, þá meina hann bara SA og félag, að við stjórnum landinu. En við gerum það náttúrulega, ég hef ekki náði að með einhverju alþýðu hilli eða vera að tala við almenning sem skiptir engum máli í okkur. En ég segi að taka niður fyrir sig að því að hann er náttúrulega er af ætt sem er vellauðug. Ég segi ekki, hef ekki auð á við sægrefana, en stundum við tala svona um töskubera, að þú er með ríkakallinn, svo með töskubera og framkvæmdastjóri SA er töskuberi. Þú veist, hann er á að þjóna bara hinnum ríku. Rótar í bandinu. Hann er rótarinn, Það meðan að hinn er á það, Það er eins og hún Lindi í LIU, hún hefur ekki sömu völd og Þorsteinn Már eða Guðmundur í Brím. Nei, svo náttúrulega epíst að maður sjá fyrir sér að Sólveig Anna og Bjarni séu að fara að taka rökræður og hittast í beinni útsendingu. Sólveig Anna náði mjög vel saman við fyrrverandi framkvæmdastjóra. Að tala að þeirra persónulega, þeirra geta til þess að tala saman hafi verið forseta fyrir því að þessi samningar urðu sem er reyndar mikið gagnrýndi núna. Sigfús okkur. Þetta verður spennandi. Hún fekk fínt starfmaður, forstjóri Bláalóninu. Það hefur verið betra fyrir Bjarna. Það hefur verið fínt, hann geti með þess að verið bara á stuttbuxum með flautu, verið baðvörðu líka. En það er náttúrulega mjög, Bjarni er að koma út úr, hann var forsætisráðherra tvisvar, stutt, fjármálaráðherra bara í heilan áratug, svo mætir hann núna sem talsmaður SA með því kannast við að svona
hagsmunasamtök eru ofta að kaupa sér pólitíkusa vegna þess að út af einhverju inneign sem er eiga og eitthvað svoleiðis. Þannig hann mæti náttúrulega að borðinu, segjum bíum tökur bara Kastlós eða eitthvað, svolítið svona með aðra stöðu heldur en framkvæmdastjórarnir hingað til. Já. Þetta verið yfirleitt fyrir í hináttina, sko. Já. Þetta er helsti valdamaður á Íslandi í talsverðan tíma, sko. Mótaði svolítið pólitík eftir hrunsáranna sem að Sjálfstæðisflokkurinn er kannski að súpa seiðið af. Myndi ekki halda það að vandi Sjálfstæðisflokksins væri raunverulega arfurinn af formastíð Bjarna Benediktssonar? Jú, mjög stór hluti. Hann leiddi flokkinn í síðustu kosningum. Svo eru bara þessi endalausu núna, það er ekki lengra síðan, sko, en ár síðan hann leiddi Sjálfstæðisflokkinn í gegnum kosningar. Hann fór í gegnum 5 kosningar, ein þeirra náði hann að fara fyrir ofan Þorsteinn Pálsson þegar það var móti borgarflokkum. Svo er líka bara ágætt að segja það upp á þessi endalausu siðferðis og spillingamál sem að voru alltaf í kringum Bjarna, viðskipti og persónu og ákvarðanir og svona. Auðvitað var þetta flokknum dýrt og maður veltir því mikið fyrir sér núna, sko, hvort hann telst þannig hvítþveginn af öllum þessum málum sem að sem að blaðamenn munu alltaf reglulega þeim er alveg saman draga upp. Já, þeim er saman en við semjendum og svona, þú veist, þeim er alveg saman það, sko, því hvað ætlar að neita að semja við hana því að nei, en já, ég veit það ekki. Ég held þessi alveg saman því að bara ekkert vera, sko. En svo er náttúrulega það væri nú gaman ef að Bjarni kæmi hingað í helgispjall. En ég gerir mér engar vonur hann muni hér. Jú, hann getur alveg komið. Þegar ég átti samskipti við hann, þá var hann svona því miður gat hann ekki komið að því að hann var okkur fundi út á landi. Ég held ég hef ekkert reynt síðan, sko, í aðdraganda síðustu kosninga. En hann kom aldrei hingað. Katrín Jakobsdóttir kom aldrei hingað og Sigmundur Davíð aldrei komið. Ég held að Bjarni sé að mörguleyti jafn frábær manneskja á sömu hliðum og hann hefur verið afleitur pólitíkus. Herðu, er eitthvað meira í fréttum? Já, þetta er svona lagareldisfrumvarp Hönnu Katrínar innviðaráðherra Viðreisnar sem var til vegna klofnings Sjálfstæðisflokksins. Atvinnuvegaráðherra að það Jakob Jarnar skrifaði frétt á Vísi í dag að þetta frumvarp hefði náð að sameina fólk gegn lagareldi og það er mikill hiti í því og internetið svona hefur alltaf verið að föðra upp hjá mér út af því hvað verið sé að pæla. Þetta er mjög viðkvæmt pólitískt mál fyrir ríkisstjórnina og gæti orðið eitt af þyngstu málum stjórnarinnar til þessa. Það er svona mitt mat. Framsókn var að ganga frá listi Reykjavík sem kannski engum óvart. Er þetta að segja satt? Einar Þorsteinsson verður í oddviti. Bara og Magni Agná í öðru seti. Það er engin tíðindi þar. Engin tíðindi og það verður lítil uppskera, spá ég. Það haldið að verði miklir svona eftir saga af prófkjöri Samfylkingarinnar. Nei, ég held ekki. Já og nei. Ég held ekki. Ég held að sko til dæmis eins og Heiða, hún horfði fram á það var mikil smölun inn í það. En hún alltaf tapaði með svolítið afgerandi mun. Já, hún getur samt verið, veist, ég held að já, meinar ef hún tekur ekki sæti þá er það bara svo. Nei, ég segi að hún er kannski ekki svona alveg í stöðu, hún til þess fær hlutfallslega minna á móti Pétri heldur en Guðlaugur Þór á móti Bjarna. Já. Það er ekki svona ykkur dæmi. Já, ég gerum mig greið því. Þannig að hún eiginlega skíttapar þessu og það munar 15 atkvæðum að hún nær öðru setinu. Ef hann hefði vantað það þá hefði hann ekki náð einu af 6 efstu. Nei. Þá hefði bara hrunið niður allar listan. Hún er fyrrverandi varaformaður Samfylkingarinnar, fyrrverandi formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, borgarstjóri og það er það sem ég er að segja, sko. Þetta er svo mikið áfall fyrir hana að ég sé ekki alveg að hún hafi eitthvað stöðu, sko. Nei, að ekki, ef hún tyggur ekki sætið, heldur að hafa engar afleiðingar svona inn í flokknum.
Kannski verður hún búin að svara þessari spurningu þegar við förum í loftið í kvöld. En ég held að áhrifin af þessu verði ekki veruleg. Það og ég held að möguleikar Samfylkingarinnar á að stækka að fá góða kosningu hafi hvorki minnkað né aukist. Þeir ætla að sækja yfir á svæði Framsóknar og Sjálfstæðisflokks? Já, einhverju leyti og mér heyrist hinnir ánægðu vera jafnmargir og hinnir óánægðu og þetta er svolítið annað lið, þetta er náttúrulega mikill sigur ungliða og sigur þeirra sem hafa vélað þarna þetta er sigur Kristrúnar. Flokkseigendafélagsins. Nú má fara að kalla Kristrúnu það. Algjörlega, en Kristrún er náttúrulega bara arkitekt af Guðs náð, hvað sem manni finnst þessa niðurstöðu, þá bara hún sér þetta fyrir, að það sé hægt að skipta út Heiðu, þetta er allt til höfuðs Heiðu sem að mínum að þið sýndi dómgreindaskort með því að bjóða sig fram sem borgarstjóraefni, vegna þess að eins og framkom hjá ykkur í gær hér í Synir Egils þá það er eitthvað við bara framkomu Heiðu sem að nær ekki alveg til fólks. Frábær manneskja. Hún er ekki stjórnmálamaður með almannahylli. Nei, frábær manneskja, ekta bakförður, akkurat manneskjan til að vera aftan við leiðtogann. Þú ætlar að nota hann í vörn en ekki í sókn í handboltanum. Já, ég held hún sé akkurat hann í pólitíkus. En ég sé ekki að sko, það hriktir ekkert í flokknum þrátt fyrir svona byltingakennda niðurstöðu. Ég held ekki það. Heldur það? Það getur komið. Nei. Það er líka þannig að það er svona gerist eitthvað í flokknum og svona kergja hér og eitthvað svona baba. Svo á meðan að fylgið er uppi og allt gengur vel að þá verður ekkert varð við þetta. Þegar að síðan fylgið fyrir niður og það sem að fyrir upp mun fara niður og þú veist, ég held að við getum séð þá flokka sem hafa tekið svona þá stefnu sem að Kristrún er með, verkefnaflokkurinn undir Keir Starmer sem að hún horfði til bara í hryllilegu málum. Sósíaldemókratar í Danmörku undir Mette sem hún hefur líka verið að vísa til. Hryllilegu málum. Þannig að þegar þetta fer niður að þá held ég að, þú veist, að eitthvað sé, við hefðum kannski ekki átt að nota völd okkar til að slátra hinum. Kannski hefðum við átt að reyna að byggja fjöldarhefingu. Og ég, þegar Kristrún var kosin fyrst og þá nefndi ég við að þetta er mesta populíska breyting á stjórnmálaflokki á Íslandi. Því að hún var kosin formaður, hún stendur upp og hún mælir fram nýja stefnu Samfylkingarinnar. Og ég hugsaði, býtu, hvað með fólki sem búið að vera í þessu flokki lengi sem að veit að stjórnmálaflokkur mótar stefnu sína í málefnahópum og ykkur lýðræðislegu kjöri. Það er ekki þannig að við kjósum kallinn og hann segir okkur hver stefnan er. Við erum ekki í Trump-landi. Trump gerir þetta. En Kristrún er sá formaður í Íslandi sem hefur farið næst þessu. Það sem hún lítur svo á að fylgi sem hún fær gefi henni eitthvað svona náðarvald til þess að mæla fram nýja stefnu Samfylkingarinnar. Og það er hellingafólkin í Samfylkingunni sem að lætur þetta yfir sig ganga núna af því hún meðan kallinn fiskar. En þegar kallinn fiskar ekki, þá mun þetta fólk rísa upp og segja að það búið til hvers eru við með stjórnmálaflokk? Ef það er bara á að kjósa nýja fórustu og hann mælir bara fram stefnuna. Hefur við ekki hafa fjöldarhefingu sem að mótar sjálft sína eigin stefnu? Hefur við enga trú á því að því betur gefast ráðin því fleiri koma saman og hvað eru við bara hættir í því að reka stjórnmál sem félagslegt afl? Eru við bara, heldur þetta sem við Eurovision? Það komu engar gagnrýnisraddir á hana, ekki neinar. Hún var það vel undirbúin, pældi því. Hún var það vel undirbúin og síðan hefur hún fiskal við lífvendishelling. Hún veit að Amerikanarnir segja þetta stundum, build and they will come. Þannig ef þú gerir eitthvað, að þú ert ekki að reyna að fá fylgið þitt áður og til þess að fá að gera eitthvað. Gerðu bara eitthvað, því að þá mun fylgi koma. En þetta dugar í bara tímanum þegar þú ert að ríða ölduna, en aldan brotnar svo. Ekki nefnir trúi því að við séum að fara inn í tímabil Kristrúnar Frostadóttur sem verður næstu 25 árin í íslenskri pólitík eins og Davíð Oddssonar. Hefur trú á því? Sko, einn möguleiki í þessu er að dómgreind Kristrúnar Frostadóttur sé bara betri en dómgreind flestra annar. Það er líka bara annar möguleiki í þessu. Já, en er það ekki fullt snemmt að... Jú, það er snemmt spá fyrir hann. Hún veðjaði 3 sinnum á rautt og vann í öll skipti og ef við ekki bara láta hann fá allan penningin. Ég samt kemur og svona fersk og ákveðin inn í þetta og dregur fólk að sér og bæði flokksfólk og kjósendur. Þess vegna er hún með þessi völd. Það er engin annar flokkur með formann í viðlíka stöðu.
Jú, akkurat. Miðflokkurinn er mjög ánægður með Sigmund. Maður gleymir þeim stundum. En munurinn á Sigmundi og Kristrúnu er að Kristrún nýtur virðingar út fyrir sína raðir. Akkurat. En Sigmundur gerir það ekki, nema hjá Kristrúnu sem kom fram í kryddsíldinni. Kristrún heitur aðdáandi Sigmundar og líka í viðtalinu við Heimildina. Eða að Kristrún sko svo framsýn að hún hefur vita á að loka aldrei neinum dyrum með umannum sín. Það er ekki pólitík sko. Jú, það er diplomasía bestu gerð, segja sumir. Maður verður að vera svona harður og sínum mál sko. Ég held að það sé mikil átökun í samfélaginu. Já, kannski eru þeir meiri heldur en maður skynjar. Heldur það að sé, alvörun? Fáum örugglega úr í skoðu. Bara margir, þú veist, fólk horfir í kringu sig sko. Það sér hver eru örlög sósíaldemókratíska flokka sem að taka bara afgerandi beygju til hægri. En hvert fer það? Fer það þá til vors til vinstri og í Danmörku er sósíalíski þjóðaflokkurinn, hann er með komið með eitthvað 17% fylgi. Enillistinn og sósíalíski þjóðaflokkurinn unnu sko síðustu sveitarstjórnarkosningar. Sósíaldemókrataflokkur Metti er ekki lengur í meirihluta í Kaupmannahöfn. Fyrsta skipti yfir 100 ár. Þannig að í Bretlandi er Keir Starmer að berjast fyrir lífi sínu með því að banna borgarstjórunum í Manchester að bjóða sig fram í aukakosningum til þess að hindra það að verði til sko mótvægi við sig. Sko stefna þessara flokka sem er að taka, þú tekur vinstri flokk og svíkur heila kjósendur með því að færa til hægri. Bara sagan segir að þetta er ekki góð leið. Finnst þér Kristrún að gera þetta? Og minnst hún að öll skilabóð sem hún sendir er þetta ekki svona bara hægri kraddar bara eins og öll skilabóð sem þú varst að tala við eitt svoleiðis í gær Jón Baldvin sem er hægri kraddi, ég held að myndi ekki kalla sig hægri kraddi í dag en við heyrðum það líka bara á hvernig svona Pétur talaði og svo kannski ungliðarnir hvaða orðfæri var nota þar bara við þurfum að passa reksturinn og þetta er bara fyrst fyrir að hafa reksturinn í lagi og gera það sem hægri menninni vilja og þá kannski getum við deilt út því sem eftir er með öðrum hætti heldur en hægrið myndi að gera, þetta er blerismin og þau sögðu sko borg sem að virkar eins og að vera með fókusinn á svona félagsleg málefni væri bara vitleysa, við erum bara að hafa reka borgina bara eins og svona fyrirtæki, þetta er allt svona hægri blær, ég er ekki að segja að þetta bara benda á það, en svona tónnin í þessu er svolítið svipað og hafa verið notaðir í svona flokku sem er að færa sig til hægri. Má ég spyrja ykkur, voru það fleiri en Hjálmar Sveinsson sem að ekki kosta á sér aftur hjá Samfylkingunni? Já, ég kann ekki að nefna það sko. Sko þótt Skúli hafi farið þarna inn í fjórðasætinu þótt hann hafi sloppið þá er þetta náttúrulega bara útreinsun, þetta er slátrun sko. Nei, Hjálmar Sveinsson, hann bara hættir af hverju, vissan að hann mataði eins og alltaf þegar Þórdís Kolbrún ákveður að bjóða sig ekki fram sem formann Sjálfstæðisflokksins, þá metur hún það svo að hún myndi ekki vinna og ég held að Hjálmar hefði bara metað það. Já, hann myndi ekki ná í gegn. Já. Áfru? Við vitum alveg að það hefur verið mótsögn með vinsældir samfylkingarinnar á landsvísu og óánægju borgarbúa með rekstur og framkvæmd stefnu eigin borgar sko. Það er ekki bara vandamál samfylkingarinnar, það er búið að vera vandamál allra flokka en það mögulega er búið að gera eitthvað núna sem veikur nýja tiltrú, ég veit það ekki. En samfylkingin í borginni núna er náttúrulega Dóra Björn sem gerði ekki gott mút. Svo er með hana. Það er Guðný Maja Rípa sem kom inn í síðast, ég veit ekki af hverju hún býður sig ekki frem. Það er náttúrulega, maður getur aldrei, það getur bara verið alls konar ástæði fyrir þessu. Hjálmar Sveinsson ákvað að bjóða sig ekki frem, Heiða ákvað að bjóða sig frem. Sabína var hún ákvæði sig ekki fram og var bara á leiðin út úr flokknum hún bar við breytingu hægri beygju Kristrúnar í útlendingamálum Skúli Helgason ákvæði að reyna þannig að ég meina það eru tveir þarna borgarfulltrúar Sabína og Hjálmar sem segir bara nei segjum það gott. Já, hann er með mjög ólíkum ástæðum sko. Já, ég held að Hjálmar er ekki að gera neinar athugasemdir við stefnu Samfylkingarinnar sko. Nei. En Sabína skellir hurðinni sko.
Já. Á meðan að Hjálmar bara svona... Bölvar hún í barminn á sér. Ég held hann hafi upplifað það að hérna, í þessum breytingu sem voru fyrir sjáanlegar, þá hann fyrstur út. Því að hann náttúrulega sem hann hefði það einmitt það sem ég eiginlega meina. Takk fyrir að botna þetta fyrir mig. Sömuleyti það vegna þess að hann var gerður að svona tákmyndum þéttingu byggðar og svona skipulagslýsin sem Samfylkingin var með. Fékk ekki góða kosningu síðast, fóru aftarlega á listan og hafði þar reyndi ekki tilkall til þess að vera í formennsku í neinu ráði eða eitthvað svona þess. Þannig hann að sömuleyti var með veika stöðu. Þannig ég held að hann hefði bara metið þess að svo ef hann færi í framboð þá yrði hann bara slátra sko. Að ungliðarnir og kristurnalið myndi bara hafa gaman að því að sýna að þetta ekki Samfylkingin. Við erum að fá ykkur frá Samfylkingunni til að ræða þetta. Þú ætlar að fá hérna seinna í vikunni þegar ekki ungliðana 2, þetta náttúrulega alveg stór merkilegt sko. Ungliðarnir héldu prókjör fyrir nokkrum vikum, gaggjart til þess að reyna að fá einhverja endurnýjun því að það var engin undir 35 ára bara í hérna í röðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar búin að vera bara ótrúlega lengi og þar hérna út úr því koma 2 fulltrúar sem að vinna og svo fara þeir inn í þetta prókjör og báðir komast í topp 6 5. og 7. sæti, það er náttúrulega stórmerkilegt þannig að ég ætla að heyra í þeim á miðvikudaginn, ekki á morgun heldur hinn og ég mun nú væntanlega spyrja það á beittra spurninga sem að við erum hér að ræða líka. En hérna við erum með þátt á eftir hérna í lok þáttarins ætla ég að fara til Ungverjalands með Snærós Sindradóttur sem ég heldur sér stjórnmálafræðingur eða ekki? Ég heldur sér stjórnmálafræðingur en hún rekur listgalleri og búið í Ungverjalandi og þar eru kosningar núna held ég sé bara í apríl og sumt bendi til þess að Orbán gæti fallið í þeim. Það hérna bæði komið svona mótvægi, það nú reynda fyrirverandi sko samstarfsmaður hans, þannig að það erfitt að meta svo vist. Ég held að kosningarnir eru Orbán eða ekki Orbán sko. Það ekkert Evrópu eða ekki Evrópu eða frjálslyndi eða ekki frjálslyndi, það bara Orbán eða ekki Orbán. Og maður sé það núna svona undanfarið að þá eru alls konar listar sem eru eiginlega að draga framboð sér tilbaka. Og þannig að það er flókin lestur sem að þarf að vera út úr þessu, hverjir eru eftir inn í þessu og hvað mun gerast ef að þeir draga sér tilbaka, en ég ætla að fá Snærósu til þess að hjálpa mér við það. Áður en því kemur og þá kemur hérna fastagestur frá Neytendasamtökunum, Breki Karlsson. Við ætlum að ræða hérna olíufélagin, ekki síst. Þessi kerfisbreytingum áramótin, þetta kílómetragjald hefur gert olíufélögunum kleift að stunda ég veit ekki hvort við að segja bara glæpamennsku eða hvernig þetta er náttúrulega algjörlega siðlaust. Þú og Breki á móti okri. Þetta er algjörlega siðlaust. Það gerir ekki grein fyrir að Ísland hefur verið byggt upp á okri. Jó. Það er mjög óíslenskulega hugsun í okkur. En hérna þetta okkur hérna og verð á matvör og svona, þetta er náttúrulega eitthvað sem að bara verður að lagast. Já, Breki vonandi í ham bara því að hérna þetta er náttúrulega ekki í lagi. Nú ég ætla líka að vera með hann hérna spjall við Henry Alexander Henrysson heimspeking sem er líka fastagestur. Nei, ég myndur ekki segja það. Er þetta ekki svona í 4. skipti sem hann kemur? Já, það er góð maður sko. Hann má alveg koma oftar. Hann er nú á þeirri skoðun að heimurinn sé hægt og rólega eða bara hratt og örugglega að fara til helvítis. Hvað var þar hérna? Hvað var þar sko skerðing á listrænu frelsi, fjölmiðlafrelsi og hérna akademísku frelsi. Og við ætlum að ræða þessi mál frá ýmsum hliðum bæði innanlands og utan og hann hefur sérstakar áhyggjur af samfélagsmiðlum, ekki hugmyndinni með samfélagsmiðla heldur framkvæmt samfélagsmiðla og hvernig þeir hafa þróast. Þannig að ég efast ekki að það verður áhugavert spjall. Og ég ætla líka að tala samfélagsmiðla við Ásdísi Bergþórsdóttur sem er sálfræðingur. Hún hefur skrifað stundum greinar á Vísi og róa svolítið á móti straumnum, þannig að hún er ekki fylgjandi því að banna þetta og telur að segja allt og mikið gert út úr skaðsemi samfélagsmiðla og snjalltækja. Á börn. Og mikið gert gert úr því á skaðanum og hérna þessi hættan er svo að bönn sem verið sett muni bara auka skaða, sérstaklega hjá þeim sem eru svona jaðarhópum og fleira sem að hafa náð að nota neti til þess að bæði bara fá einhverja
frjó og svona einhverfir. Þetta líkar mér 2 algjörlega öndversjónum með sama mál í sama þætti. Svo förum við náttúrulega býtti við og ræðum eitthvað aðeins sko svona eðlið samfélagsmiðla, hvernig þeir virka og hvernig þeir ít okkur yfir í svona bankera þar sem allir eru sömu skoðunar og sömuleyti finnst mér að stundum hérna við rauðaborð og finnum maður áhrifin af þessu. Það maður kannski að tala við eitthvað og allt í einu sér maður á maðurinn bara ekki vanur að fá andmæli við það sem hann að segja. Hann svo vanur að sitja í einhverju bunker og allir segja já og allir séu sammála. Að því að við sem spyrlar náttúrulega frekar að spurja svona aðeins á móti til þess að við viljum fá almennilega beitt rök með að maður stundum, ég veit ekki hvað því að maður skinnir á stundum að það kemur svolítið svona á fólk sko býttu og þessi maður ekki að vera vanar í þessu. Og þetta hefur versnað eftir sem hefur liðið á starfsæfina, finnst þér ekki? Já, en svo labba maður fram með mönnum og ég veit ekki eftir í hægri mönnum finnst alveg ótrúlega gaman að koma hingað og standa í svona smá pexi. Af því að þeir eru náttúrulega í valöld þá fá þeir ekki sem andmælir eða inn í miðflóknum. Það er allir sem segir já. Þannig að það er kannski skemmtilega að koma og ræða við okkur og þurfa svona aðeins að brýna sverð sín og ganga skrefi lengra og allt þetta í rökunum. Og það er kannski tengist því að Evrópusambandið, var svolítið svona þáttur í spjalli mínu við Jón Baldvin Hannibalsson sem er guðfaðir EES-samningsins á Íslandi. Hann var að lýsa svona stöðunni í Evrópusambandinu. Já, verður maður að horfa á þetta viðtal? Já, ég held að það sé margt í þessu. Sérstaklega ekki síst kaflinn Evrópusambandið. 2 klukkutímar? Nei, já það. Ég veit ekki. Ég sá Bryndís Skram, hún var að deila þessu í gær á Facebook og ég held hún hafa sagt að það verið 2 klukkutímar. Það er allir þáttur, sko. Ég veit ekki. En þú er búin að fá hrós á netinu fyrir þetta. Já, og hann ætti hrósið skilið viðmælandi náttúrulega. En ég ætla að fá Ernu Bjarnadóttur sem er í Heimsýn, held ég, og Tómas Möller sem er í, Evrópuhreyfingin. Og ég ætla aðeins að ræða við Evrópusambandið. Við ætlum að taka það alvarlega skilaboð fyrir ríkisstjórninni að Evrópumálin séu á dagskrá, eða ekki? Spennandi. Jú. Og það er náttúrulega undir Evrópusambandinni er eiginlega svo margt, sko, sem er náttúrulega þróun þess og pólitíkinn. En þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld. Björn og Sigurjón, takk fyrir. Við ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo hefjast viðtölin. Við ætlum að byrja á Evrópusambandinu. En áður en að því kemur það að minna á að samstöðun lifir á því að þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem að hafa metið það með sjálfu sér að það sé nauðsynlegt að hafa samstöðuna og vita það að hún gengur ekki nema með stuðningi almennings og þetta er fólk hefur gerst áskrifundur. Ef þú vilt slást í þennan hóp, vera bakkjarlar samstöðunar, þá hvet ég til að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem kjósið getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagið, en það er mitt alþjóðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni það hvort að okkur takist að byggja upp umræðuvettvang og fjölmiðil í framtíðinni sem er í eigu ykkar. Sjáum til með það. Nú eru auglýsingar og svo er Evrópusambandið. Þakklæti er kraftaverkameðal. Maður losna við eitt almesta heimsins böl sem er sjálfsvorkunn þegar maður sér það í raun og veru hvað maður er gott og það er alltaf eitthvað sem maður getur þakkað fyrir. Ég heiti Þorkell Máni Pétursson og ég trúi á þakklæti. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.